Ég get lofa ykkur því að ég allavega tilbúinn, klukkan orðin 4, það föstudagurinn 30. ágúst og FM 95 Blöður hafið göngu sína á þessum fínasta föstudegi. Ég ekki frá því að það eitthvað svona skrítin tilfinning í loftinu hérna núna í stúdíónu því að þetta síðasti þáttur okkar Steinda í nokkra vikur. Já. Við erum á leiðinni í nýjan draum, verðum sóttir klukkan 5 í fyrramáli. Þannig að ég var að hugsa bara leið og Kickstart fór í gang ég bara svona, það eru nokkra vikur ég sitið hérna aftur. Já, og þetta var svona, við sko að fyndi samt 5 vikur? Já, 4 vikur. Ok, 4 eða 5, já, cirka. Þannig að það langur tími. Já, svo fór ég líka að hugsa maður alltaf miklið einhvern veginn fyrir sér og þetta verður jafn erfitt og þetta verður gaman að fara í draum. Það er búið að vera mikill kvíði síðustu dag. Það verður bara að segjast. Og maður er búin að vera svona svolítið lítill í sér en svo ég veit eina starfstétt sem að hlæra þessu og hugsa bara hvað að ykkur. Sjómenn? Já. Þetta þannig hjá þeim bara hvernig einasta annarkvöld mánuð bara 30 dagar út og 30 dagar heima. Já, við erum sjómenn með hái og tvöfaldur vaffi. Já, sjómenn. En ég sko, já, það ekki allir sjómenn. Þú getur líka verið trillukall. Þá bara neglir út og heim í kvöldrætti. En þetta ekki líka bara gott respekt núna? Góðu punktur á The Blonde Ale þannig á okkar sjómenn sem á Íslandi. Við vitum að þeir hlusta. Við tölum að raunhagkerfið sem menn sem working. Ekki bara svona vörðblöð týpur, mæta og hrista sig í vinnunni. Menn sem að vinna. Já, bara alvöru. Varst það því? Ég man ekki hvort það komið fyrir vörð. Ég 20, það kemur ekkert óvart í að vera einhvers staðar örglega að reyna að stytta með stundir en. Nei, veist, út á 30 daga frá grislingunum og frunni, svo hóttu þess eina góð þess að vinnu. Því ég með marga sjómenni þjálfur þegar það get ekki verið enga þörlan að koma til mín, og það að vera í mánuð off. Þá getur við með grislingurum og frúnir allan tíman. Þannig að ég ætla að hætta vorkinu sjálfum mér en það var eitthvað svona, ég fann það bara, það lægi fór í gangi bara, let's give him a fucking show síðast þátturinn í nokkra vikur í okkur. Skilja mig eftir, eina. Ég var að fá spurningar í gær. Nei, þú ætlar að fá Hjöppa og Dorotína og fleiri, þú verður í sjóina. Ég byrjar að senda Hjöppa, Kájóð. Brósar í bullinu næsta Kájóð að ghosta mig. Hann hot celebrity, Kájóð að gósta? Já, ég bjóti tjatt með Hjöppa og Kjartan alltaf. Hjöppi svaraði, Kájóð sínaði ekki múk. Það má bara fá DNA-manninn í blöðkastið á meðan við erum úti því að það hægt að klippa það eftir á þú ert ekki að fara að fá hann í beina. Eftir hættur mann sé að fara að tala eitthvað þig. Ég meina, ef Dóri mætir inn í stúdíu og ég ekki hérna, þá ég hann. Ég hann þá. En herru, ég var spurður í gærkvöldrengir, bara eldri stelp mín spurði bara hvað gerist hérna, hvað enn ef þú deyðir sko. En hvað gerum við þá? Hvað er það að fara í þetta? Nei, ég að segja bara að þetta það ekkert ólíklegt. Svona spurningar ég að fá heima með mér sko. Ég ekki bara með unga börn sko. Nei, það átti líka að segja bara það geti gæst bara leiðin í vinnuna. Maður aldrei safe. Þú getur labbað með hundin og ég get ekki farið í eitthvað svona tass. Ég beðin að hringja í þig. Tala um þetta við þig bara. Nei, það eins og manstu þegar Rakel saði eitthvað tímann á jamminu þegar hún var að hún með svona heilsukvíða muni ekki versta sem ég sagt við hana að hún sagði eitthvað bara var að opna sig fyrir your time to go já, ég veit ekki hvort ég segja frá sig hún bara svona, ég veit ekki bara ég með svo mikið heilsukvíða og bara þú varst ekki að peppa hann upp það nei, ég sagði bara, já, hjá mér þetta bara when it's your time to go, it's your time to go en lifur eftir því þá að kallin á efri sé bara, herru, núna bara hans tími mættu bara þú getur ekkit annað, þú getur ekki en mér fannst ég ef þú kemur í þannig aðstæður reglulega að þú sett líklegri til að fara þá hlýtur það að vera ekki alveg í höndunum orða þetta helviti vel hann sagði líka bara ég ekki allavega að hugsa það verður bara allt í lagi þú græðir ekkert á að hugsa hitt sko já, gang út frá því bara en ég sett sko að máli, segjum sér svo ólíklega vel til ég nenni ekki að ræða þetta nei, ólíklega vel til að þú veist, stendi verið bitinn á snák og allt fyrir apaskít hvaða gæja myndu vilja sjá swoop inn á heimilið ykkar og taka við heimilið var ekki nóg að tala bara ekki nóg að tala bara hættuna sem fylgja svona ferða þá líka fara yfir í þetta ef við þyrftum að velja bara hver væri myndi koma hana beint inn og myndi smellpass inn og myndi treysta honum fyrir familíunni og Frank mætti flytja til Íslands það
Þau eru búin að vera bestu vinni síðan. En hann er aldrei alltaf, hann er workaholic, aldrei átt krakka. Nei. Menn geta hann, veistu, þegar Matti og Mígur í sófan og allt þetta. One time gerist einu sinni. Hann ræður þetta ekki við eitthvað krakka sko, hann er ballus. Nei, menn þú getur hann er bara poska, hann er bara væn og dæn ykkur liði. Já, hann er bara að skipta kúkableiður það þarf einhver að segja líka bara við Frank einn daginn, bara herru, welcome to the real world sko. Þetta er ekki bara eitthvað út að borða þetta. Hann er alveg tilbúin í það skref sko. Frankin hjá Blöð. Nei, ég bara, Stóni. Hver kemur til replacea the Stone Fucker? Já, það er bara einhvers sem ég veit það ekki. Slæjar? Já, það var reynda bara mjög gott. Slæjar hann lausu það? Nei, hann var alltaf leiðilegt fyrir þeirra. Já, þú getur ekki verið takur annari fjölskyldu. Þið myndir bara hætta saman. Það er ekki að vera, nei, það gengur ekki að vera að gera það. Þá er það að brjóta upp fjölskyldu bara svo. Ok. En einhver svona svipaður. Hver er góður hérna í kringum okkur á lausu? Þetta er reynda bara skemmtilegra hérna að ræða þetta þannig bara hverjir eru á lausu sem að hverjir eru á lausu? Á þess að við myndum degja sko. Það er ekkert svo margir á lausu. Ekki? Já, mér finnst alltaf einhverjar hvað sexy gæi geti sæna sig inn hjá Stonefucker, hann myndi vera bitin að snáka hann í Ástralíu. En ég meina, er ekki alltaf að koma ykkur svona listar, ykkur svona huggulegi menn á lausu? Hverju voru áttur á þessu listin daginn? Já, en ég vel þeir hestljóti þegar liðið býta til er með allt niður úr sig sko. Hvað er? Þú veist, ef við tölum hrein íslensku sko. Nei, þetta er bara ekkert hrein íslenska. Það er ekkert menn á þessu listar, ekkert hestljóti. Nei, ég var til að sjá svona álfur lista og að hafa bara sexy gæja þarna. Hvað meinar þú? Hvað hestljóti mennir á þessum listum? Nei, bara Ég þarf að skoða síðasta lista. Gerið þið bara lista með sexy gæja. Ég get lofaði því, þeir sem voru á síðasta lista, ef þeir eru að hlusta núna, þeir eru ekkert satt við, sko. Nei, þá sendu þið bara e-mail. En byrju hvað, var þetta listi með mönnum á lausu það? Nei, bara þú veist, settu bara sexy gæja á listan. Settu bara sexy Roo, Björnlin, Jóhannes Haug, Þorvaldaði. Allir þessi menn eru bara giftir. Já, þeir eru satt sexy. Þú veist, við erum að tala um einhleipir sko. Sko ég alltaf mátt að Sigrún, hún er svona stemningskona, hún er fyndin og hún er skemmt. Ég sko, hver getur hérna komið swoop in? Það með ykkur unnar og sért nú bara með nafnu og ert eitthvað með einn svona. Nei, ég alveg lesin með þetta. Þetta er sko Frank Smellpassar hjá The Blondales. Fyrsta nafni sem poppaði í hugan, að því hann er á lausu líka og þau eru góðu vinnir. Hver getur swoop in hjá The Stone? Hvaða trúður eru á lausu sem er alltaf setn og rekandi við? Er ekki bara fínt það sem er ekki bara Frank er náttúrulega komin á aldur, getur hann ekki bara fengið báða fjölskyldur? Rótir á milli. Já, ekki bara fínt. Herru, hættum að ræða þetta, ég get ekki að það, ég fæ bara í magan þetta. Við ræðum þetta setna. Það er, já, en Kjartan Atli, ef einhver í kringum hann er að hlusta, þá hætti að gósta Gilsteran. Við viljum fá brósaði bullinu hérna meðan við erum úti. Já, það er mjög gaman. Það var geggjað þáttur. Hann er ekki svara mér. Nei, en við erum, drengir, með alvöru þátt í dag. Þetta er það þétt að ég er ekki viss um við náum þessu öllu. Og nú er ég bara að segja satt. Við höfum ekki náð að klára alla liði í einhver ár. Nei, þetta verður erfitt í dag. Við erum með, sko, hver er röddin í umferðinni? Alvöru nöfn að taka þátt í dag. Já, þú ert alltaf með A-listur, sko. Það heldur áfram. Máli er að, sko, Stóni er geggjað. Nei, ég er nefnilega ekki nóg að segja. Þú vannst það að segja. Ég er góður í hérna að finna lögin sem einhverju stafir er í. Nei, þau voru báður hræður sem minnum á það. Ég þarf að fara að koma framlið aftur. Nei, ég aldrei fara hann aftur. Hann var, sáliðið var rosaður. Nei, no. Nefnum mér eitthvað lag með hérna laginu Lovey. Love hurts. Já, ok. Herru, spurningkefni Gilstarans. Það er eðla góður í þessu lið. Hvað eru með þar? Út af því að þið eru að fara í drauminn, sem getur verið eitthvað síðasta. King of Dreaming. Komst þess ég er að vinna með. Og það kom alveg, nú er ég bara... Og sko, alltaf þú segir þessu svona, ég vissi ekki hvað að vera að fara í King of Dreaming, ég byrja strax að hugsa, ok, hvað getur verið svona einhverja vondar spurningu? Þetta ætti að vera nokkuð þægilega. Samt, þú náttúrulega fórst í blómapottin út 6B og þú ert allt þetta dæmi. Nei, ég er ekki meira bara hvað er your dreams? Hvað gerir með blómapottin áttur? Hann fór að gramsa í moldinni og Rakel sagði hann að hætta þess að hann fann að gramsa meðanótt í moldinni. Mást ekki, það var ég var að leita að ykkur. Það er sálfræðing, sko. Við þurfum sálfræðing í blöðkastið. Þú að ræða sleepwalking með þig. Við þurfum bara frestunar átuna við Stóni. Ef við fáum sálfræðing í blöðkastið, í Amazing Jobs, eins og við köllum það þarna, eða áhugaverð störf, Steindinu koma vest út úr því, Mér langaði, sko... Ég held að sögum equals að það er eitthvað á okkur öllum. En það sem ég væri til að gera er að ég væri frekar í staðin fyrir að fá sálfræðing til að koma og spjalla við okkur og hitt og þetta, að ég væri bara til að fara í upptekin sálfræði tíma og við gerum bara 3 þætti og svo bara spila þinn þáttur bara það sem að þú ert bara. Það er ekkert svo slæm hömmið, það getur verið 3 geggjaðar aukaþættir.
koma í nóvember. Herru, við erum með augljósa staðreyndir sem hafa ekki verið lengi. Það eru mjög augljósar í dag. Mjög augljósar í dag. Snúa mikið að pappa þeinum. Já, við erum með klefa sem að, ég fekk pælingu þar sem ég vildi taka eiginlega bara svona versta liðinasteinda sem alnafni og fá Smára litla sem lélegasta röddinasteinda. Þú veist að þú sko það er alnafni. Þú er hostile crowd að úti núna því að það er mikið af fólki sem hefur helvíti gaman að alveg. Það var samt ég sem baði að gera þetta. Þannig að Smári litli, ég held að flestir sem að hlusta nú reglulega á okkur viti hvað Smári litli er sem komið þarna í klefanum. Hann er að hringja í alnafna og ég ætla ekki að segja meira. Ég get að þá svata Sýrnir mætti líka. Sýrnir mætti og hvert byrjar hámið í súkulæði. Ég sá okkar rommi hérna. Svo ég með þekkið ekki. Þetta ekki kötti fyrir draumina. Þetta getur verið beru ofan shit. Hvað meinar, ég hef aldrei farið í kött á æfina. Þetta er að byrja því núna. Þetta ekki kötti fyrir draumina. Það var aldrei eitthvað pælingar Steindi að fara í svona eitthvað gott kött fyrir draumina. Ég væri núna í zero carb koncepti. Ég bara þú sko. Já, ég bara er ekki þú. Hvað settir þið bræðar þið líka? Ég setti jarðarber og svo setti ég kindereggja í dífu. Nice. Kindereggja í dífu og þrista. Ég er eini maðurinn á landinu sem er ekki með ákveðin bræðar. Ég fer alltaf bara alveg empty inn í búð og fæ mér alltaf sikkert. En það er samt rugglað shit sko. Þetta er ekki með þitt dæmi. Svo færði bara. Ég er svo vanafastur, ég er alltaf ég fæ mér aldrei eins bræðar. Blöður aldrei breytt, það er ekki alltaf sama. Hvað farið þið bræðar? Ég fæ mér þrist, dæm og jarðarber. Ég fekk mér daginn sko bláber. Ég borði ekki eins og bláber. Ég fekk mér bláber, lakrísdífu og eitthvað drast. Það var eitthvað holt. Það var líka ekki góður bræðar. Það var ekki bara manjör. Og setja dífi í þetta, það er eitthvað stemming. Já, búið að setja lúksusdífu. Ég var alltaf á lúksustífunni, en svo komst ég að kindereggja-dívan er nýmætt og betri. Já, það er bara þannig, þá vitið það er kæru hlustundur, það er komið ný dífa og hún er vist betri. En svo erum við með risa tilkynningu drengir og ég var að hugsa að við erum með svo þéttan þátt í dag. Það er það margir liðir að ég væri freka til að komast í fleiri liði, heldur en að vera eyða heilli innkomu í tilkynningu. Eigum við ekki bara að tilkynna þetta núna? Jú. Eigum við ekki bara að segja tilkynninguna? Sko, í rauninni er þetta tilkynning/update. Já, við viljum ekki segja, við meðum ekki segja allt. Nei, við erum að updata fólk. Já. Því að eitt ég er búin að læra. Við vorum aðeins að rífast hversu mikið má segja. Ég meina, fólk plana fríið sér núna með svona ársfyrir. Ég er með fólk með client sem koma til minn, ég er að hugsa, hvað er svona framöndan? Já, ég er að fara til TN páskana og ég bara páskana, þetta er ekki ágúst. Fólk er byrjað að plana frí áfram með tíman. Þannig að við erum að gera núna. Nú vil allir sem að hlusta opniði dagatæli í símanum, hvað sem er Google dagatæli. En byrju, við samt að bara segja hvað það er en bara ekki hvað er að koma. Einast að segja, bara takið þið frá. Við erum að byrja allavega á dagsendingu. Byrjum að taka þetta frá, þegar þú vilt ekki að þú bókaði í eitthvað frí 31. maí 2025. Passa á sett laus þá. Það er einast sem við ætlum að segja núna. 31. maí. Taktu frá 31. maí. Sko, jú, ég held að við erum að segja, byrju, náðum við ekki að klára þetta á, hvað ætlum að gera? Jú, við getum alveg gefið upp, sko. Við segjum bara ekki. Flesti sem er ekki í þetta, það eru fannar að kveikja. Já, ok, ég ætla bara að segja, og ég veit hvar ég þarf að stoppa. Ég ætla ekki að segja stóra dæmi, það kemur bara hérna, já, 31. maí ætlum við að ferma útvarpsþáttinn F95 Blöð í Laugardalshöllinni. Við verðum 14 ára næsta dag. Það er ferming, við ætlum að vera með stærstu brauðtertu Íslandssögunar. Við ætlum að vera með prest. Ég ætla að má ekki segja hvað er á leiðinni. Sko, presturinn okkar, sko, það er ekki Stóni ekki hrifin að fá prest, sko. Já, við þurfum að fá prest til þess að Óli, okkar besti maður, er að fara að ferma þáttinn. Sænum Stóni aftur í þjóðkirkjuna. Var það ekki svo hjóts? Auðvitað, við erum að fara að ferma þáttinn. Herru, við fermum allavega þáttinn og hérna þátturinn verður fermdur í höllinni. Og miðasala hefst 1. nóv. Ég ætlum ekki að segja meir því að það mun ekkert fara fram hjá neinum þegar verður auglýst hvaða line-up er í gangi. Já, kannski alltilega allavega að segja þetta er ekki bara mæting og bara brauðtertuna sem þú ert að tala um. Þú þarft að taka kvöldi frá. Orðið bara line-upið smá tís hefur aldrei verið áður í Íslandi. Þetta er first time. Þetta verður. Og ég líka að allir sem þekkja okkur, fólk sem er á þjóðhátíð og mættu að giggi í höllinni, þeir vita bara við félagarnir
Við förum all in. Þetta verður alvöru partí. Þetta verður besta partí sem verður alltaf marglega að toppa síðasta. Já. Þannig að við segjum bara slagið bara á. Takk þetta bara frá. Lægið síðast, hér aldrei toppað en það verður toppað. Ég meina bara þeir sem mættu síðast í höllina, þú veist, það var uppbytun. Það er lofur, það var uppbytun. Mér finnst mikið að fólk taka þetta frá að sé ekki að bóka ykkur utanlandsferð þannig að þú ætti að vera og ef þú ert bókaður einhvers stað 31. maí, cancel it. Já, cancel it, farðu það. Þú ert á leiðinni í höllina í einu skemmtilegu fermingu sem þú farið í á æviðinni. Já, það er þetta rosalega. Já, hvað er leiðilegna að fara í fermingu? Strákar, ég ætla að bæta við þetta. Ég er í kýr. Nei, við erum búin að segja meira en ætluðum. Ég ætla að segja hvernig meðasalinn hefst. Ég sagði það er fyrstu nóf. Ég var búin að segja það. Ok. Sko, föstudaginn, 1. nóv. Já. Og þá voru ekki búið að fara framhjá hlustatum hvað verður að gerast þarna í höllinu. Við verðum ekki einir. Nei, við verðum ekki einir. Ekki frekar en síðast. Hver á þá línu? Dagskráin mætir drengir núna í bara, hvað ég var að segja, við lofum allavega í 8 en kannski fyrr. Það held ég. Þannig að, já, þetta var tilkynningin. Það verður að ferma FN95 blöð 31. maí 2025 í Laugardalshöll og það verður alvöru partí. Betur fyrir fermingarmyndi mín sexy og ég gerir bara þegar við fyrir að plugga þessu giggi þá verður fermingarmyndir okkur þrejum setta saman lífið betur var ég ekkert eðlilega huggulur 14 ára krakk. Ég séði 14 ára fólk viski hvort það er bara eins og að var sett í nötti bara að festa hvort þú ætti að brosa eða kicka field goal. Ég leit út frá 10 ára. Ég var ljótasti krakki. Ég get lofa okkur því þegar við setjum þetta 30 hliðar marketing material verður fermingarmyndir á okkur þrejum. Ég var alveg hestljótur krakki. En byrju, erum við í vesin? Ég fór ekki neina myndatökur að neitt. Hvað var það að gera? Róða þér á þessum tíma? Nei, það var bara ekki til peningu fyrir því held ég. Peningu fyrir að taka eina ljósmynd? Já, þú veist að fara til ljósmyndar og láta mynda mig. Nei, það var ekki tíðkast ekki á þessum tíma. Nei, ok. Þetta er bara ljósmynd. Er þetta bara eitthvað sem ég þarf að finna í albúminu? Já, ég var bara myndir í albúmi. Ég var bara fengið til að koma, mín er hræðileg. Það var fermingaveisla upp í Mosó og ég var fengið til að koma út og standa við hliðin á Ford-bíl og það var myndin sem var tekin að mér. Okay, þú ert að fara í gömlu albúmin að finna mynda fermingablöð hlýtur að vera til. Mamma einn finnur þetta til. Ég varstu sexy eða hestljótur hvað heldur þú veist? Ég var mjög ljótur. Ég held að sé ekki til manneskja sem er á fertugsaldri sem getur skoða myndast þegar hún var 14 og sagt bara vákvæði á myndalögur eða myndaleg. Sexy Roo hafa verið hugguleg 14 ára myndi random giska með það. Nei, það er allir hallarslega í 14 ára. Ég var allavega ekki myndalögur, ég get lofaði því. 3 hestljótir. En það var tagline. Já, 3 hestljótir. Það var 3 í gír. Nei, ef við förum á bylgjuna einhvern tíma þá vorum við 3 hestljótir verða í beinni hérna. Það er hræðilegt nafn. En já, talandi góð gig, drengir, þá verðum nú að gefa smá sjátátt á okkar bestu menn. XXX Rottalurhundar eru á Akureyri í kvöld. Það er ennþá til miðar. Tekkja því inn á tix.is. Og verðum við að bæta við líka að það er náttúrulega kjúlapartí í kvöld í Mósbæ í túnu heima. Já, ég var að tengja þetta við næsta lag sko. Þetta átti ekki að fara í eitthvað plöggfest. Nei, við verðum að plötta því. Er þetta gig í kvöld? Geiri Slæ er að spila bara í Hlekari og Mósvellingar og þetta er bara alvöru dæmi. Tekur rúndar hann? Ég? Já, takk. Þetta er allavega XXX Topp tónlistarstöðin FM 957. Þetta held ég sveimir þá að sé eitt besta lag XXX Rottalurhunda í næsta lífi. Sturla lag hér á ferð og já, þeir eru eins og við sögðum mánu eru með tónleika í kvöld á Akureyri. Já, það verður eitthvað stemming. Erpur átti ammali í gær. Já, óskum honum inn alltaf hamingju. Hann alltaf ólmið upp. Hvað var hann? 47? Þetta er bara pabbi minn. Ekki það, hann er alltaf 25 ára. Já, okkar besti maður. Já, talandum að vera alltaf 25 ára, þá ætlum ég að byrja slúðrið á Leonardo DiCaprio, drengir. Eða svona meira á unnustans. Það kærustu Vittoria Serretti. Já, sem er bara 17 ára eða eitthvað. Nei, ég held að hún sé 26 ára. Það las ég það allavega. En hún var í einhverju viðtal á dögunum eins og oftast er að maður að segja eitthvað slúður hérna, þá var alltaf einhver nýbúin að vera í einhverju viðtal á dögunum og hún vildi meina, mér finnst þetta pínu skrítið og ég held ég eftir að fá eitthvað hérna frá ykkur drengir að hún hefði ekkert vita hvernig DiCaprio var þegar við byrjuðum að deyta og ekki byrjað með honum fyrir frægð hans og peninga, heldur hafa hann hyllað hann upp á skónum. Þannig að þetta er svona allavega það sem kom fram í viðtali. Já, og hann bara aldrei heyrt hann eða? Það finnst mér svolítið skrítið. Lítið séð á honum. Já, er það, veist, það veit allir á Íslandi hvernig er sko. Veit hún áður ekki mikið á TV.
veit ekki eiginlega allir hver Leonardo DiCaprio er. Ég satt og horfður ekki sjónu upp eða það fer ekki í Sko, bíó. í svona modern samfélagi, jú, ég myndi alltaf það. Ég meina, þú veist, hann er í annar hverju bíómynd, sko. En ákveður ekki frekar þá bara segja, herri, heitlast á hann sem leikara og svo kynntist ég honum og geggjum manneskja. Og þetta er ekkert. Ég meina, þú veist, Nei, hún sagðist 23 ára gömul er ekki þetta. 26, ákveður að taka af henni í nokkur ár. Þú ert alltaf að reyna einhvern veginn Nei, ég segi þú að ert þú ekki DiCaprio fan. Já, nei, sko, málið er það, þú veist, auðvitað, ég er fan á leikaran, Já, stjórnarleikari. hann er geggjaður leikari og ég hef áhuga á því, sko, en já, bara góður En þér finnst hlutabrifin í honum að lækka? Já, mér finnst það. Já. Og ég er örugglega ekki einn það, þú veist, þau hafa það Út af his dating life. þau eru bara, já, þú veist oft á tíðum svolítið skrítið. Já. Þetta er sammála bara það. Jú, ég er svona ekki alveg tekið undir að margt þessu skrítið en allavega, þetta var Ég segi bara, ef hann er ánæður sammála því og ef hún er ánægð líka, þá bara allir sáttir. Ef hann vill ekki já. dæla út krökkum og settle down, hann vill bara vera á snekkju og data models, hvað er að því? Hvað er hann bara í því? Já, bara, þú veist, Má hann ekki bara gera sig? Saman á Steindi Junior og gefur hann einhver lestur hérna. við hefum bara verið að velta steinum svona hvernig, svona hvað er að spjalla upp í sofa á þriðjudagskvöldi. Fólk er mismunandi. Já, fólk Er það ekki? Er það ekki staðan? Já, það er að tala um eitthvað. Herru, drengir, eru þið Oasis aðdóðandur? Alveg eins bara, en þú veist, Ég myndi aldrei setja á þá í bílnum en ég myndi ekki stilla af þeim ef lagi kemi á. Já, Þekki ég tvö myndi lög nefnilega stilla á þá og er aðdóðandi. Þeir, ég held að ekki farið fram hjá neinum að Oasis er að koma aftur saman á næsta ári og það er að fara, miðasalega er að fara í gang þar sem að talað að það eru 2% líkur að þú tryggir miða því að það er hér eru tölur að það er verið að tala að 43 miljónir manns munur reyna að kaupa miða á þessu tónleika. Já. Hvað er margir í bóði hérna? Já, reiknaði 2,8% líkur og fáverða, ég veit ekki hvað er mikið en þeir eru að fara að halda risat tónleika bara herferð eða fara á tónleikaferðalag og það verður víst margtur að fá miða því að þetta eru víst eftirsóttustu miðar sem að hægt er að fá það er verið að tala úti að þetta sé það verður erfiðar að fá miða á Oasis heldur en á Taylor Swift og það var nú mikið sagt. Ok, það er þannig. Já, og það verður að tala að þeir gætu Þeir eiga það mikið af fans. Já, þeir eru búin að hafa verið hættir í 15 og þetta er svona stærsta, ég verð bara að gefa Oasis það, þetta er svona stærsta hljómsveit sem Þeir eru erfiðir, þeir rífa mikið kjaft, erfiðir gæjar. Báður kólruglaðir, en Liam Gallagher, ég ætla að gefa Liam Gallagher það, ég er að fylgja honum bæði á Instagram og svo sé ég ofta eitthvað vídjón og Twitter og TikTok og eitthvað, því algoritmin er þannig að þú ert að, horfur á heilt vídjó og TikTok með Liam Gallagher, þetta er eina rockstjarnan sem er eftir í heiminn, það er þannig honum er fokk saman með allt og alla Þetta er nógu að vera piece of shit Nei, hann er svolítið svona lúðin í þessu Þetta er svolítið, hann er auði og sveppi það er bara að viðkennast það meðan að sveppi er Liam Gallagher sko Já, en þú veist, þetta brúa bara aldurspilið þarna, þú veist, eins og Oasis var bara, þú veist, ég er 84 og ég bara náði, þú veist, ég meina Það eru verið að segja mér að bara, þú veist, ef Wu-Tang var að koma saman aftur eftir mörg ár og eitthvað, það, fyrir mér hefði það verið hjúts. En myndur ekki vilja fara á Oasis tónleika á næstari? Eiginlega bara ekki, sko. Í alvöru? Ég ætla að reyna að fara, alveg 100%. Þú veist, ég meina, ég er ekki heyrur, sko. Ég bara hlustaði ekki á Þetta er ekki bara ekki þinn tepolli. Þú veist, það er fínt, flott lag. Það er eitt fyndast það sem ég séð á Twitter þetta fyrir einhverjum mörgum árum síðan þegar náttúrulega hljómsveitin hætti fyrir 15 árum Liam Gallagher bað Noel Gallagher að unblokka sig því hann yrði að segja honum svolítið og gæti bara gert það á Twitter og það kom what frá Noel Gallagher og það kom fuck off bitch og svo bara aftur blokk þetta er eina rockstjarnan sem er eftir, ég er að segja eitthvað og þetta þeir mun líklega miða við hitan líklega ganga vel já, það er verið að tala að þetta tónleikaferðalag muni skila 420 miljónum punda í vasa þeirra það er heldur fínt að vera í einhver svona bandi svona einhver legendary bandi og geta hvena sem er bara ég var ná í svona upphæð bara núna það er þannig, ég var, finnst þú komir inn á þetta því ég var að hugsa þetta bara daginn að helvít er það þægilegt þú ert búin að vera hættur í hljómsveit í 15 ár vitandi bara, ok, ef ég lendi í einhverju versinni
þá verð ég bara slíðrasverðin við bróðum minn og bara, herðu, náum í 420 miljón pund. Giggu bara. Já, nú tökum við 20 gigg og svo skalum við bara, svo talaði ekki við í 15 ár. Nei, svo bara blokka aftur. Já, svo síðasti slúðupakkin, það af Paris Hilton. Hún að fá skít í ekki fyrsta sinn því að, og þetta ég verði að standa með Paris Hilton hérna núna. Hún setti eitthvað vídeo inn af krakkan sínum á bát og hún var sem sagt, og krakkjan var svona lapp bátinn og það var allt vitlaust af því að hann var ekki í björgunarvesti. Og hún var svona að reyna að útskýra fyrir fólki í einhverjum kommentum að það var ekki árabátur, var ekki eitthvað Nei, já, hún var að segja bara það var nóg plássat og við vorum að passa upp á krakkan og eitthvað, veist. Þetta hversu leiðilegt getur fólk verið. Ok, í hvaða heimi ertu að skoða vídeo af einhverjum, þú ert að followa Paris Hilton til að byrja með, þú þarft að íta á follow þannig að því finnst hún áhugaverð eða eitthvað sem að tengiði við hana að þú ferð að kommenta bara okkur ekki barnið eitt í björgunarvesti og svo viltu töða. Já, þetta ég skilir þetta ekki. Já, ég meina, sko, snekkjupartíin eru bestu partíin, sko. Ef að krakkin ekki hlaupandi hann alveg, þá ert alveg stilkislagur, liggur hann á ef að fullt af fólki kringum krakkan hann bara á miðjum bátnum eitthvað. Já, en ég reynda, myndum við ekki henda þeim í vestisand? Þetta tím, já, ég meina ekki krakki liggur að tala liggur að tala, krakkin að tala bara rólega ég þyrst að setja mína í vesti, sko, maður bara hannig. Já, hún er ekki sprettin bara hún bara þannig gerð að hún gæti bara hent sér út fyrir stemningu, sko. Já, hún bara svo Huntsman Kongolo, hún bara stekkur sér. Já, þannig að það væri hjá mér allavega, sko, en svo kannski bara allt öðru sér pakkið það. En maður myndi setja krakkan í vesti en þetta var slúðupakki dagsins, var hann ekki bara alltaf lagi? Já, frábært. Já, þakka ykkur fyrir það. Við ætlum í auglýsingar og svo förum við í klefan þar sem að Smári litli hringir í alnafna sinn, ekki missa því. Þetta FM 957. Það held ég að þeirra hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum ekki í beinni núna því að við Steindi Junior erum hérna í klefunum, góða. Já. Og það eitthvað ró yfir sig hérna núna. Já, ég fann það bara, það er búið svo mikið að gera að því erum að leiðin út og svona. Þetta er bara búið að vera allt á yfirsnúning. Þannig að hérna það var eitthvað kósið að sittast hérna bara tveir. Já, viltu segja fólki hvað dagsetning og dagur og klukka og allt þetta? Nei, það þarf ekkert. Það er hálfeitt bara. Já, hálfeitt á föstudegi. Sko, ég er með pælingu sem þetta skrítið þetta komið frá mér. Já. Því að þetta af mínum að þetta 2 lélustu liðirnir. Ja, þú veist, þú ert ekki big fan en ég er ósammála. Ég held þetta sé nefnilega mjög vannmettni liður. Já, ég kom með tvist á, sko. Það liður hérna í F95 blöðu sem við höfum ekki farið í lengi sem betur fyrir, sem heitir alnafnið. Þá Steindi að ringja eitthvað fólk og segja að það er alnafnið þeirra. Já. Og liðurinn í raun ekkert meira en það. Jó, aðeins. Þú ert náttúrulega að taka stöðu. Þú ert að leta ykkur lund. Já. Það hafa allir sem þú ringti haft gríðarlega gaman að þessu. Já, fólk hefur helviti gaman að því. Þú veist að hitta alnafn og heyri í, þetta er merkilegt, sko. Svo ertu ekkert eðlilega lélugur að tala sem krakki því að nú ertu fýll leikar, þú ert mjög góðu leikar, þú ert eddu veluna leikari fyrir aðalhlutverk. Ég er ekki eftirherma, sko. Nei, þú ert ekki eftirherma, þetta er samt ekki eftirherma. Þú ert hræðilegur að leika ungan dreng. Það var að segja að herma eftir rödd hjá ungum dreng. Og þá er ég að tala um að Smára litla vinn okkar, sem að hlustendur ættu nú að kannast við þegar að Smári litli kemur í símann og þannig að ég fekk hugmynd, kannski hún hræðilega en ef við erum að spila þetta, þá er þetta ekki það vond að þú ringir bara strax Smári litli. En er Sýrnir líka þarna? Þú mátt alveg henda Sýrninni og tekur inn gír og pappa smá kom og taka á henni síman og eitthvað svona en ég var í til að Smári litli væri að ringja í eitthvað sem heitir Smári og segja að við erum alnafnar. Já. Þannig að þetta er lélegasti liðurðir, lélegasta röddið. En þá ringir bara náttúrulega krakki í einhvern og nennir eitthvað að vera hlusta lengi á það. Það er bara að sjá þú ert nú svo allra lélegast ég að láta skella á þig. Bara sjá, ég ætla að ringja, þú ringir sem Smári ég ætla að finna hérna Smári. Hvað sonur hann hérna? Smári? Já, hann er náttúrulega bara sami, það er bara sama á hérna og kemur hérna upp. Já, halló. Tilbúin? Já, ég held þessi með hann hérna. Ok, þessi hérna heitir Smári Axelsson. Já. Ok, þannig að það er þá nafnið hans Smára í dag, Smári Axelsson. En er það ekki, á hann ekki nokkra allarna? Jú, við ringjum í nokkra hérna að sjáum hvernig þetta gengur. Já, þú vilt ekkert fá svona aðeins sjálfgefara nafn? Nei, þetta er aðalega bara þessi hræðilega röddin að ringja þetta eitthvað tilbúin. Já. Kannski velja erfæra nafna til maður.
tali Heyrðu, gamla góða á tali Já, Ég heyri þetta aldrei lengur hvað? Núna heyri ég alltaf bara þegar ég ringi ykkur Já, og bara fer. Það er bara þögn Já, Ef það er bara þögn Þá er einhver að tala í síman ég veit það Þetta er búið að breytast Á ég gefur seitt sem sen og svo bara hringja það einhvern annan Já Ég er bara leiður að heyra þetta hér Ég saknaði þess að heyra þetta Bara á kristaltæru það er á tali Já, þetta er svo smára. Herru, ég hef ekki heyrt þetta lengi Talhólf Býttu við erum búin að fá á tali hljóðið Og talhólf Hvað er að gerast? Erum við bara Gekk inn í tímavél bara áður en komið ekki Já, þessi Garðarsson Smári Garðarsson Já, Já, halló Er þetta halló, Smári Garðarsson? þetta er hann. Já, sælablasar, ég heiti Smári Garðarsson Og Veistu þú? já, og við erum sem sagt við erum alnarnar Ok. Já, ég var að segja hérna mér langaði bara að prófa að ringja Hvað er þú gamall? Ég? Já, Ég á stutt í það að verða 61 árs. ó, já, ok, þú er svona gamall Ég er 8 ára Ha? Ég er bara 8 ára Þú ert bara 8 ára? Já, Já, ok. Hvað er næstu? ég er bara hérna í Kópavoginum Hvar býr þú? Þú ert bara í Kópavoginum. Ég bý á Ísafirði. Já, vá, langt í burtu Já. Já, ok Já, herðu, býttu við þegar við vorum skólinn var að klárast hérna og Sýrnir með mér vill tala við þig viltu má ég aðeins lefa honum að tala við þig Það hún finnst svo merkilegt Sýrnir vinnu minn, hún finnst svo merkilegt að við heitum alveg að sama Hann trúði ekki að við heitum að sama inn á já.is Ok. Já. Já, láta hann góða. Halló, Æ. heitið þú Smári líka eins og Smári? Já. Ég er ekki alveg að skilja við þig Er það bara margir sem geta heitið Smári? Einarsson? Heyrðu, Já, er ekki allt í lagi? ha? Já, ég er að spyrja okkur eru margir sem geta heitið Smári Einarsson? Ég skil ekki Nei, þú getur bara ekki skilið það. Nei, ég meina, erst þú ekki Garðarsson? Jú. Hann er Garðarsson, alls og ég Já Við heitir Smári Garðarsson alveg eins og Smári vinnu minn Heyrðu, já, þetta er helsugur. Já, byrja okkur Smári ætlar að tala við Byrja Smári að koma í það, Smári Þetta er svo Ég glemdi hvað Ég var alltaf að segja Það var ekki Einarsson, það var Garðarsson. Það var Garðarsson maður En trúðu mig, það var ekki það sem var eðilgja satt fyrir þau sko Ekki? Nei, þetta er þetta var Sýrnir var hérna of lengi í síma Já, hann er líka Hvað það Krakki Dalason Mér finnst hann alveg kaupa krakkan Já, sko Smára Já, ekki? Gerðu þér það, kannski Já, var hann að kaupa hann Já, Hann var alltaf ekki að kaupa Sýrnir Já, sko Því að það er bara svo Sýrnir sem er hundaði Nei, Sýrnir er, sko, það er fullt af krökkum sem tala svona Nei Jú Áður við farið í mútur og þetta laga sko. Ertu eitthvað bilaður? Ha? Það dalar ekki krakki svona Ég hef oft hitt krakka Bara eins og þessi gremlins Svona? Já, er ég að leika þetta illa? Já, þú ert að leika Sýrnir illa Ah. Ég gef þér það að Smári Hann er að koma Hann er oftur að verri Já En svo, já, ég er þetta bara sama tvælan og alltaf, þetta var klefi dagsins, alnafni og loksins ringir Smári okkar Ok, ég geði það, ég hló Ég get ekki sagt þetta lélegt Það er ekki það gaman, við náum líka Smári Við erum búin að stytta daginn Já, Smára Einarsinni, það er alveg 100% Hann er Garðarsson Garðarsinni fyrir Jésús alveg Topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er alveg lag hér á ferðinni Valdimar yfirgefinn Verða ekkert mikið flottari maður Rosalegt lag maður. Já, þetta er alvöru en drengir Ég er að spá ég að henda ykkur í Það er náttúrulega styttist í spurningkeppni Gilsarans Og já, svo kemur Netan Herra Netusmjör kemur hérna til okkar eftir Við erum með augljósa staðreyndir Það er nóg að vera hjá okkur, þekkið ekki og annað En ég er að spá að fara núna í röddina í umferðinni Ég kóta bara í Súlandi Netan, so hot right now Já, so hot right now, við verðum að gefa hann það geggjað. Og eru þið tilbúnir í, já, hver er röddin umferðinni? Já, er þetta bara höndinu upp eða? Þetta eru höndinu Steindi geggjaður í þessu. Já, þú segir þetta í hverjum Nei, lið. en mér finnst alltaf gott að vera underdog Já, Ég held að fólk haldi með mér sem er í umförinni
Það vita þetta steindi geggjaður í þessu. Máli að ég samt bara raunverulegi undertökin. Ég tap alltaf í þessu. Þú vann síðast Þú ert alltaf að vinna mig. Nei, þú ert besti gæinn í þessu steindi. En ekki gleyma því Þetta eins og allt Þetta eru 3 raddir sem að kemur. Og ég klára bútin. Eru vísbendingar í boði? Nei, það er ekki vísbendingar í dag. Ég trúi því ekki. Er þetta skýrlegt það? Hætt að setja press á okkur. Þú varst að bestilega að segja þeir eru idiots. Já, ok, ég gruna að það mun allir ná þessum. Nú ætlum ég að bara vera hreinskilinn. Og eru þið tilbúnir í fyrstu röddina í umferðinni? Negative. Það er gott bara með það. Hvað, negative? Já, ég er ekki tilbúin, ég er bara að gera það besta. Ég er stressaður. Hvað er þetta? Hættu þessu. Herðu, ok. Ég lækki ykkur á meðan, þið vitið það. Ég klára bútin en leið og þið fattið hver á þess að rödd í umferðinni, þá réttið þið upp hönd. Yes. Og já, þið náttúrulega sem að heima sitið í bílunum Takið þátt, nú lækka ég í drengjunum. Og hér kemur fyrsta röddin og ég spyr ykkur og hlustendur, hver á þessa rödd í umferðinni? Jæja, vinur, ert þú einn af þeim? Hvar í anskotunum fékkst þú bílprófmaður? Já, Kirkjugarða Reykjavíkur gat verið, var það ekki? Var eitthvað dauður að kenna þér? Ég á ekki eitt auka tekið orð. Hvor okkar var þarna? Já, sko, þetta var neck to neck. Þetta var eins jafnt og verður. Þú þurfum við Rikka G. Ég get eiginlega ekki, þannig að þið vitið þetta báður 100%. Já, ef við segjum bara að við vorum á sama tíma. Ég 75%. Ok, segja á sama tíma, 1, 2 og hver var þetta? Ef við segjum báður á sama tíma. Nei, ekki skrifa á síman og snúa hann við. Skrifa í nót. Ok, ég held að þið séu allir með þetta rétt. Málið, þú veist, sko, þú átt á því að ráðstæða fyrir vinnum á FM, þú erum idiots. Ok, en þú veist að þú ert líka að gera lítur hinni liðin sem vinnur á FM. Rétt hjá Agli, þannig að segðu þú bara þitt. Hvað segir þú, Steindi? Ég sagði Ari Eldjárn. Það er 1-0 fyrir Agli. Fuck yeah! Þetta var Bubbi Mortens. Hvernig líst þér þetta núna, motherfucker? Ég held bara Ég held að þið underdog kemst yfir. Ég held bara að þú er að leika á okkur. Nei, þetta var Bubbi Mortens sem að sendi mig fyrir í dag. Hann er að taka lag með Sinfó í kvöld og sko honum halsins besta þar. Þetta líður núna, Stóni. Nei, bara ég held þetta verið trikka því að þeir náttúrulega geta hljómað eins. Já, nei, ég segi alltaf fólkinu að vera ekki breyta rödd. Já, ok. Það má ekki breyta röddinni. Nei, það er 1-0 fyrir Agli. Þetta var Bubbi Skriði upp í raskat á því. Hvað? Ég sagði til að samla á Agli. Hvað er í gangi hér? Það er rosa keppniskap í þessu. Hvað? Það er rosa friendly. Ég held með þér. Ég held ég vona að þú vinnir. Það er að gera þetta. Þið er keppnið. Já, þið er bara sláalegt strengi. Herðu, það er 1-0 fyrir Agli. Og ég lækka aftur í ykkur núna og spyr ykkur. Sama regla. Þetta, alltaf sama regla. Hvað er í dósir? Ertu ekki bara með Celsius? Herra, ok, tilbúinir. Ég lækka þetta í ykkur og spyr hver á þessa rödd í umferðinu? Og ég fylgist vel með höndum ykkar. Hver á þessa rödd? Herðu, þetta er bara hringtorg, sko. Ætlar áfram, ætlar að beygja eða... Guð minn almáttur, hvernig er hægt að vera svona illa læs? Shit, ég er að segja lélegur umferðinni, lélegur í rúminu. Það er bara punktur eftir því. Áfram. Nei, farðu áfram. Guð minn almáttur. Nú spyr ég, það var bara eitt sér rétti pönd. Steindi var undan. Þetta sé Queen Bríett. Það er hárrétt. Ég rétt ekki pönd því að hann var ansnækri. Já, þetta var auðvelt en geggjað. Þetta var Queen Bríett og lélegur í umferðin, lélegur í rúmunu. Það ég aldrei heyrt það. Ég held þetta er bara rétt hjá henni, heldur ekki? Já, þetta sé allt bara spurningu sjálfsöryggi. Steindi er extremely fast. Já, þú har 1-1. Þetta gamla næst, þetta er rétti pönd og ég vil ekki vita svar. Hvað það gerir því, Steindi? Já, þú mátt það alveg. Ekki? Mér finnst nefnilega, ef einhver réttur er pönd þá verður hann bara átt að sá hverju þér. En þá verður það bara að stoppa klippuna. Nei, Leifa gís. Hann er bara að segja svo spilar alla fyrir næst mig að gíska það. Jú, ok, ég ætla að hafa það núna því að það er svona mikið keppniskap í ykkur. Núna ef einhver réttur er pönd þá stoppa í klippuna. Þá er það að gera það. Já. Þetta er keppni. Af því að það er 1-1 og það er eitthvað rosa keppniskap í gangi hérna. Og herru, talandi Bríeti að þá minn ég á tónlistarmenn okkar á sunnudaginn og það er einmitt Bríet sem er næsti þáttur. Herbert Guðmundsson var fyrsti þáttur, fór á kostum og Bríet er á sunnudaginn og ekki missa því. Klukkan 7 á Stöð 2 og fyrir beintin á Stöð 2 Plus. 7 minute apps.
Er þið tilbúin í síðustu? Já. Og ég íti á stopp ef að einhver réttur bönd. Mér satt ósækjandi því að sko Nei, því að það er svo mikið keppniskap. Yes. Ok. Ég lækki ykkur hver á þriðju og síðustu röddunni yfirfyrinni. Það er rugli þetta, ekki hægt að leggja hérna Austurstrætun lengur og breyta sér einhverja helvítis Ég stoppa, Egill, þú réttur bönd. Man of many cold! Það er rétt! Það gerir þessum motherfucker Ásgeir Kolbens. Göngugötu. Allt orðið út í einhverjum blómapottum og rugli hérna. Banna að beigja allir vinstri hérna. Hvað er með þessa miðborg eiginlega? Skil vel að Simmi vil sé bara skelli hlæjandi bílprófslur. Það er eitthvað sem ekki tætt að leggja hérna niður í miðbæ. Það er líka bara að fara á bögklaberum í honum næstu það fyrir bæinn. Þetta var Ásgeir Kolbens og við erum með Sigurvera Egill. Yes. Enn og aftur Underdog. Nú er ég bara algjör. Ég er svo mikill underdog næstu fyrir mig þetta. Það er rosalegt. Ég er búin að tapa tvisvar. Þjóðin er að fagna með mér núna því að fólk elskar underdogs. Hvað gýr erstu? Hvað erstu að tala um? Ég er bara að tala um það. Þjóðin. Er öll þjóðin að fagna Þú núna? peppar alltaf því underdog. Steindi geggjar eins og lið. Ég var underdog. Myndum við ekki segja að þetta voru alveg A-list? Sko, Bríett og Bubbi, náttúrulega Bubbi A++ A-listur við það ekki. Við erum bara heilskilið. Bríett A+, Kolbarinn hvað? A eða B+? Hvað gefur við Kolbarannum Þetta er allt A-listers. Þetta var A-listers. Hvað ertu að vera klíningur í B og Kolbarann? Já, sko, þess að B og Kolbarann hafa þetta búið það. Nei, ég Þú dýrka- varst með hesthaus í rúmunni í fyrramáli. Ég dýrka Kolbarann, við getum ekki sett á saman list og Bubbi og Bríett, maður. Eða það? Ég elska það öll. Já. Þú ert frábær. Samla, skuldum auðlýsingar og svo er það spurningkeppni Gilsarans og það er hvað? King of... Dreaming. Já, þetta er draumurinn. Yes. Herru, auðlýsingar fyrst. Topp tónlistarstöðin FM 957 Til í allt og það er svo skemmtilega til að einn af þessum snillingum situr í stúdíónu og hinn á leiðinni. Herran, hittis mér allar að kíkja hérna í létt spjall og eftir. Netan. Já, hann er á leiðinni. King Netan en áður við fáum netuna. Entrepreneur. Já, netuna í spjall og áður fyrir mig þekkið ekki og augljósa staðrendir og fleira. Þá ætlum við að fara í spurningakeppni Gilsarans. Yes. Komið henni. Já, hvað áttu handa okkur? King of Dreaming. King of Dreaming alveg rétt. Svo þið eru að fara út í frí. Já, ég er frí. Ég verð á vaktinni hérna. 30 dagar tökur. Ég tek ekki frí. Þannig að þegar þið eru út að leika ykkur, Já. hefur þið mættur hérna alltaf föstudag. Maðurinn sem er með annan fótinn á tenni allt árið. Herru, ok. Já, sko hann að Góðum með þetta. og ég get ekki lofa hverjum þeir, sko, næsta föstudag. Ég held að þetta sé Richie, mögulega sé Joe, Hjöppi, Sóli Hólm eða Kolb eða Gerdal, kemur ljós. En allavega King of Dreaming, Já. þið eru að fæða drauminn og Stendur, þú klár? Ég er klár. Vist þið líklegt að vinna þetta? Alveg eins, já. Ég held sér 50-50. Já, Steindi er draumar og maður. Gefum það. Já, Ok. já, ég minna, já, algjörlega. Ég draumar um aður. 8 spurningar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yes, ok. Ertu að lifa drauminn? Er ég að lifa drauminn? Hvað meinar Ertu að lifa the dream? Í lífinu? Veist, já, er það sem þið er að gera? Er það að lifa drauminn núna félagarnir? Já, ég minna, Já, þú segir það. já, ég held það. Minnu það sem að mér er gaman og Ég minna, já, gaman að vinnunni. Ég meina það ekki. Svo er Og góða konu. Já, maður er, Jú, ég Já. get allavega ekki hvarta. og bara, já, fjölskyldumenn. Já, Þið eru living the dream. já, við erum búin að segja. Okkar dreams og Já. náttúrulega er Mismunandi drauma hjá fólki. Mismunandi drauma. En náttúrulega við erum enna bara fertur á FM og Það er 1-1. Já, hvað, auðvitað, við sögum bara já. Hefur þið dreymt um að sofa hjá Gellu en átti þið niður aldrei breyk í hana? Já, Jésús, oft. Já, byrju, Jésús, heldur var þetta. Það Ég er meina, reglulega viðburður hjá. ég er búin að vera á lífi í 44 ár. Þetta er ekkert eitthvað sem gerist nýlega hjá mér. Það er bara sem úlingur og bara 100%. En ég er satt út að, þú veist, valin kynntaukuvilti maður landsins fyrir stuttu síðan, sko. Vanlega blöðvill Gellu og bara færa hans að Gellu, sko. Nei, það er bara alls ekki þannig og förum í næstu spurningu. Ég er búin að svara. Steindór. Sló það alveg maður. helviti vildur fara hratt og Djúpt í þetta eitthvað. Nei, ég veit ekki það. Já, þetta hefur gerst Já. bara öll úlingsári mín, 100%. Já, já. Ok, Steindór, þú voru hreinskilin. Já, ég er bara sammála blöð held ég. Það hefur gerst oft hjá þestindi. Sammála blöð bara, heldur, þú veist. sko. Alltaf gott að líma sér bara á the poop. Nei. Þegar poop svaraði hreinskilið Já. og þá segir þú bara, þetta er bara sammála blöð. Nei, Þetta er bara, þú veist, Þið hefur pott dreymt Gellu sem þau getur ekki tekið. alveg pottið. Já, Hvað þetta Gellu, var að segja hvað- bara eins og blöð. Segja bara, já, það var líka þannig á mér. Já, Hvað gerði það? mér bara dreymir eiginlega ekkert, skilur. Nei, þú varst ekki að meina þannig. Mér var ekkert að dreyma þetta. Er ekki að tala um bara... ég er ekki að meina að dreyma, ég er bara að tala um bara, veist. Og þetta ekki að dreyma bara um einhverja Hollywood-leikunu og Ég krakki. er ekki að tala um Nei. eitthvað sofandi. Ég tala um bara, þú veist,
Já, bara vakandi Glaðvakandi Ok, þessi spurningkefni Ég held hún yrði það Ég bara, jú, allir það ekki líka Ég veit það ekki maður Jú, ekki það ekki Nei, ég meina Þú veist að segja mig það að þið aldrei bara sem úlingur dreyndum að eitthvað bíu í skólanum og gekk ekki Manst þú bara alveg eftir því þú varst úlingur og varst Það setti lag á fónin í mötunum og glema því Ég gerði það Horniblöð setti lag á fónin Ekkert horniblöð, bara úlingablöð Já, þú veist, það var náttúrulega líka bara eitthvað mikið að honum Já, ok, þannig þetta er ekki hjá þér Það var ekki bíast að þið dreymdi svona og fegst ekki Já, ég er búin að segja Já, takk, og hættu þá að segja bara eins og blöð Nei, herðu, Björn bara, ég mættur hérna fyrir utan að veifa peningum bara BB King Herru, næsta spurning BB King og Netan Þetta er tveir ríkustu með landsins en að taka spaðan á góðurum Þetta er rosalegt Þetta er ándýst þetta fyrir utan stúdíóið Það er 2-1 fyrir blöð Nei, 2-2, hann sagði já, hann við ekki þetta Nei, ég ætla að refsa honum Nei Út af því að þið, málið Hann bara, herðu, hann skammaði sem fyrir að segja já en blöð var svo hreinskiln og sagði bara já Þú varst beating around the bush Málið, blöð var completely honest Hann var skilað á punkt En þá finnst mér líka að koma hvaða manneskja var þetta Bara svona 50 mannsur Það var hóðin í blöð Nefndu bara eitthvað Frá, nei, ég ætla ekki að fara að segja nafn hennar hérna í þættinu Hvað hétt gerða það lappaður í vartasögum og maður svo allir í sleik og lappaður í sögum Ég var að tala bara þegar ég var úlingur og var skotin í einhverjum stelpum í skólanum Þetta dreymdi mig það eitthvað Já, ég meina þá fæ ég líka stig Já, þá sem ég er að reyna að segja Ég er ekki skil bara ekki spurningar Hvað gerða voru þetta? Ég ætla ekki að segja það Þegar varst krakki dreymdið að vera CD Nei Víst dreymdi ykkur það CD by the way, celebrity dick Já, við veitum það Mér langaði mjög snemma bara þegar ég var að horfa á Ef þú segir bara sé, þá skulle ég segja já Þegar CD þýðir celebrity dick bara it's an expression Ég meina bara Það er bara hræðilegt Mér langaði alltaf að vera leikstjóri Mér langaði að gera það alveg sem ég var krakki sko Þeir eru yfirleitt ekki neitt Beislega sér að meina Það er sér að segja Já, ég er aðteklisjúkur sem ég var svéla Þeir eru að baku vélarnar Þetta er, jú, ég veit þannig Það var punktur á mig Stendi, hvað segir þú? Ég vildi bara vera leikstjóri þegar ég var krakki Það er 2-2 en þá Dreymið stundum á sér með þykkt fallett hár En svo vaknaru og kikir í speilin Og þá rifjast uppi þér að þú ert a bald piece of shit Nei, mér dreymið það bara ekki neitt og mér langar ekkert endilega verið með hár Ég hef oft rætt það Herru, hvernig er það bóldshaming að hætta? Hvað er þetta? 13 ára bóldshaming hérna og Stendi, þú ert eða hlægjandi þessu Hvað gerast þetta? Nei, mér dreymið aldrei mér langar verið með hár Mál er að Egill sko, hann er í ykkur þannig gýr Hann er aggressive Já, ég hef aldrei heyrt hann taka sko svona bólpísur Nei, hann var líka reyður í hérna hverja röndin í umferðinu og það er einhver búkið En hann sagði bara, þú veist, bold piece of Ég vil ekki punta það var þannig sem hann orðaði það Ég vil ekki sjá punkt Ég er að missa ykkur í mánuð Þannig að nú er svolítið að nýta tíman Já, og hvað, láta bara heyra það bara Við erum að fá okkur lestur hérna þetta er bara mánuður sko Blöð fekk ekki punkt Nei En sko, ég er ekki að vera leðilegur Dreymið aldrei og sett með hár Nei, þá myndi ég fara bara til Tyrklands eins og þú segir Dreymið aldrei Nei Ég get alveg með dreyma Nei, já, alveg dreyma Já, bara dreymir Sverða, ekki sem ég mann, aldrei dreymta Það er rosalega Dreymir ykkur oft eitthvað? Já, dreymi, ég bara dreymi endalust Og alltaf lappandi og eitthvað senni Þú ætlar ert með hár 2-2 Dreymdi þessi krakki myndi vinna við það að benda á titlinga Þessi var helvíti vondmann Þessi var ríkali Hvað er draumurinn? Þú ert að spyrja hann hvort hann hafi dreymt að verða báðurinn sem Má ég svara þessu og bara það verður ekkert rætt meira Ok Nei Beint bara næsta topic Ég er búin að segja nei Það svarið þitt Manstu, ég sagði, má ég bara segja nei og svara og þá bara næsta Þau eru bara næstu Ok, þú vannst við það Manstu ekki, ég fekk að dílinn að fara í næstu Dreymdi þið að vinna við það? Blöð, að benda á penisa? Nei, ég er góð Hvorur dreymdi það? 3 ára eftir af 2-2 Þetta er Hvernig var það svona spennandi síðan? Já, það er allir að deyja Það er eitthvað að deyja inn í mér Þeir sem eru að hlusta á þátti núna Það er enginn að hugsa hvað þetta er spennandi Það er meira að hugsa bara hvað er að gerast þetta í stúdíunum Já, ok Dreymir þið eitt stykki túa núna? Ég lenni ekki að segja þetta
Ég ætla að hætta að segja að hætta með þetta hot-túa-grínið Þá hendur bara áfram Ég ætla bara að taka þig bara núna og segja bara það er ógeðslega töff að hendi hot-túa Þetta er að svalasta sem ég hef þegar að nota frasan Í alveg, mér finnst það svalt Þú tvílir on point bara með þetta fellow kids Ég myndi aldrei hætta þetta er gæðið Já, bara halda áfram með hot-túa Halda áfram með þetta Hvernig var spurningi? Dreymið þið meitt ekki Nei Nei Við dreymum að komast heim bara Margi gæjar sem myndu segja já hann Já Báði nei Tvær eftir Hugsar að stundum þú ert í pottunum með red wine á kvöldin með að dreyma eða er þetta bara lífið mitt Þetta er versta Ég er ekki að grínast, þetta er versta keppinu svo langa tíma Þetta er vond Þú veist búin að vera nokkuð eðlur Þetta er king of dreaming Já, þetta er rosalega draumamann Koncept sér með Ég á ekki heitan pott, en ég get ekki fengið stig þarna Það er rífaði gang þar blöð Já Fáður heitan pott Bara nei hjá báðum Kefti eitthvað bal daginn Keftir þið bað? Nei, bala Bala? Þetta fór í bala á pallin Ok Það er ekki alveg saman með heitan pott Nei, get ekki allir lifað þannig 2-2, það er loka spurningin 2-2 Þetta er ekki að fara að enda X Hefur gæla sagt við þig Oh shit Er með að dreyma Þetta Steindi Junior hérna með mér í bedda Steindi, takt hennar sigur Steindi, segðu þetta og heirt þetta Takt hennar sigur King of dreaming Grunar að sé 2-2 Segðu að þú hafið heirt þetta Takt hennar sigur, 2-2 Skuldum að þessi Steld þessu Því miður ég var að jafntefli Nei Stórmestari jafntefli Svona er þetta bara Topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og það er komin rándýr gestur hingað í stúdíu verða ekkit mikið dýrari held að ég hafi séð cirka 13-14 lög frá honum á topp 50 daginn á topp 50 Ísland og Spotify herra Hnittusmjör, ertu velkomin Sæli Hvernig ertu þennan föstudaginn? Ég er bara mjög góður Jú, ég er bara Stór helgi? Stór helgi, stór vika vorum að klára tökur á Æskast 2 í gær Heyrðu, til hamingju með það Hvernig gekk það? Var ekki gaman? Bara fáránlega verið, þetta er ógeðslega gaman alltaf Þið þekki allt þetta teimi Allavík og hérna bara Strákana Já, þetta er bara geðveikt Mikil bið, já, en maður þarf samt að vera á staðnum Ekki samt erfið vinna þannig séð sko Hvernig gaman að leika? Sandra geggju líka Sandra geðveikt, já Hún er geggjuð Mér finnst gaman að leika sko Ég veit ekki hvort það sé hægt að bera þetta saman við bara að leika af því þetta er svo mikið bara eitthvað Íkja sjálfan sig svona Já, einmitt, og líka bara með, þú veist, ógeðslega mikið skemmtlegu fólki og hann, ég get ímyndað mér að ég myndi aldrei nenna þessu ef þetta væri, þú veist, eitthvað annað lið á baka kameruna eða annað lið að leika móti mér eða eitthvað hannig, fattu hvað ég meina? Mér finnst samt, þú veist, að þegar þú ert að leika samt eitthvað sem er mjög nálægt þér en ert vantarlega eðlilega bara ekki þú það er samt mjög trikki sko Þannig ef einhver myndir heyri í þér leikstjóri sem þekkir ekki neitt og byrðið að koma að leika í bíómyndir eða eitthvað sem hún drekja af áhuga Það færi svo mikið eftir, sko, ef þetta væri bara eitthvað byssur og kókain þá er ég mjög til ég að skoða það, sko Þú veist, ef þetta væri eitthvað þannig koncept en ef þetta væri bara eitthvað, hérna þú veist, hestur og Ísafirði, þá myndi ég kannski ekki nenni Nei, ég skilji Ég var til að sjá þig á hest og Ísafirði Það var reyndarlega mynd sem ég var til að sjá Sjá netuna bara í góður ullapessu með hestin sinni Hestur og Ísafirði Ég var til að sjá temjan fara á skórmót Já, ok, þú þurftur alveg að selja mér þetta, sko En hvernig verður þetta sýnt? Þetta verður sýnt í nóvember Og svo talandi Æskæs áður fyrir nú í kvöldið og annað kvöldið þá er miðasala á mánudaginn Já, miðasala hefst klukkan 10 á tix.is Já, og það er höllin Og bæði, er þetta ekki fjölskyldugigg og líka fullorðinsgigg? Við erum með fjölskyldugigg fyrir daginn og svo partygigg kvöldið Þessi með Æskæs, út með bara hot celebrities Já Í alla combined í eina grúpu þarna Já Svona, þú gefur okkur smá svona bara svona behind the scenes concept Þú veist, eitthvað, hver erfiðasti gæðin Góð spurning, þú veist að við ljúum ekki Rúrik er erfiðasti gæðin Rúrik er erfiðasti gæðin, ég er næst erfiðastur Þið tveir eru erfiðasti gæðin Já, 100% Hver er þægilegasti gæðin? Hann mæti bara og er bara ekki að pæla í neinu Það er eiginlega bara Frikki, Jón og Aron svona svolítið bara saman sko Nei, ég gef sko Aron og Frikka Aron Frikka, Jón aðeins er verið Já, Jón svona er skoðana meiri heldur en Aron og Frikki sko En er Rúrik að gefa mann lestur og ég elskar það menn gefa mann lestur og sett sparkar í eitthvað drasl og segir eitthvað er bara amatúra einn á þessu setti Hann er lestur Þú sást líka
Já, ég sé Björling gera það. Já, ég NDA bara, ég get ekki bara Þetta var að plýta fyrr. Ég verður að plýta fyrr. Við erum að fá Rúrik í spjall. Já, sko, ég meina, Rúrik að senda mig bara á Snapchat eitthvað rosa, hann með sin eigin trailer og ég veit ekki hvað í Netflix núna, þannig að hann geti verið að láta fólk heyra það. Það svolítið annað, gemið sem hann komin út í hérna. En það líka bara eitthvað sem fólk þeirra og Rúrik veit úr þetta að hlusta. Það munur að vera að taka upp á Íslandi og í Þýskalandi. Hérna bara, þú veist, þú skiptir bara búning í einhverjum bíl og það bara súkkulaðarúsinur í einhverju körfu og setti og kallt kaffi. Þetta bara, og bara pumpuð kaffi, sko. Þetta bara stemningin. Það samt partur af því að þú þarft að meika á setti sem gefur einhverjum öðrum lestur. Ég og Blöðurum að taka upp leynlöguna og það Björnlinur, við fengum að sjá bara álvöru lestur. Eitt meistari var í auglinu, Björnlinur var að tegna skjæð. Já, og hann var í auglinu og það eru gæði fyrir. Þá kom bara 12 til 13 mínúnda lestur. Ég var aldrei séð svona. Fáðu við nafn á þann sem að henda sér í línuna? Já, sko, veist, ég held bara hans ég ennþá bara alltaf hjá sálfræðing eftir þetta. Nei, það er okkar besti maður í eigum, Haraldur Ari. Og geta Haraldur Ari. En ég elskar hann út í lífinu, sko. En hann fekk lestur hann. Nei, hann sagði bara, sorry með þetta, svo var þetta bara dögt. Hann hefur jafnað sér bara. En þú ætti að leifa stjörnum í stundum að blow some steam. Auðvitað, þetta eru stjörnur. Það er bara þannig talandi stjörnur útgáfu tónleikar á plötunni. Það er í kvöld og á morgun. Uppselt á morgun. Ég elska komika og vinnur heimauðuna. Það er bara nákvæmlega þannig sem það er. Ég er með útgáfu tónleika helgina í Gamla Bíó fyrir plötuna mína Legit í leiknum og sem að Steindi er á. Steikir Susi Svakalega. Menn að það seldist upp á fyrirtónleikana áður en platan kom. Steikir Susi er rosalega lag. Eitthvað fyrir stera. Ertu búin að setja þetta í kerfiblöð? Ég fekk reynsli á því á leiðin á The Island. Ég pekkaði Stóni upp og fórum á þjóðatíð. Fengum við reynsli. Það er alltaf 2 tímar á landiðar. Við tókum að spila 2 röð í bílum. Það er gott lag. Það eru tónleikar á morgun sem eru uppseldir og svo eru tónleikar í kvöld sem eru ekki uppseldir. Og miðasala á tix.is. Ég er búin að vera anti-póka í svona viku með þá miðasölu, en svo það eru svona 3 tímar síðan þetta byrjaði að pekast upp almennilega, þannig að það er bara þið bara hendið ykkur á miða á allir þessir. Gekkja. Hef yngar ágjur að fólk er að fara að partja í kvöld. Þetta verður geðvægt, ég lofa stemmingu. Ertu ekki að taka, þú náttúrulega tekur, þú veist, nýja efni, en svo ertu líka að taka allt gamla? Nei, ég ætla að taka bara óútgefið efni. Það væri samt geðveikt. Ég var alveg til að fara á það tónleika. Hvað er í gangi að það taka bara 17 ógefunlega. Þetta er eitthvað sem ég er að vinna. Ég er ekki búin að segja textan, ég ætla að raula laglunum. Við búum til plötuna saman. En talandi það, þá er ég með ákveð að vera spurningu. Situr á mörgum lögum? Ekki lengur. Það er allt komið út núna. Já, ég skilji. En svona venjulega sit ég kannski á svona 10 demóum eða eitthvað. En hérna, nei, þetta er allt komið út núna. Þannig að nú er ég bara að start from scratch. Fara að smíða. Já, veistla. Fíla. Herru, þú ætlar að henda okkur í myndir fyrir cashið þig. Já, heldur betur. Og hérna, fæ ég trailer. Það er amazing twist. Trailerinn. Við spilum trailer. Já, 6 ár. Myndur við cash. Já, ég er bara ekkert vissum að hann sé til hérna. Jú, nei, spurningakeppni 13 ár, sko. Myndur við, hann er ekki hérna. Spurningkeppni Gils er hérna trailerinn. Sell me this pen, I'm gonna take a pen. Ace Plóter búin að dílita trailerinn. Það er helviti hart, sko. En þú spila bara eitthvað annan trailer. Ertu ekki með út með Solo Home trailerinn? Þetta segir maður að myndur við cash, besti trailerinn er átt í kerfunu. Það hefur einhver, sko það er hægt að finna hann. Ég bara kann það ekki. Give me the cash, please. Rikki gerir eitthvað til skammar. Já, herru, ég best afsökun á þessu. Hann er ekki hérna. Hann var ekki trailer, sorry. Ok, ég bara, já, áfram gakk. Ok, eru þið tilbúinir? Cash. Þetta er cash. Við allir 3. Þeir eru allir 3. Ok. Þeir eru á tánum. Ok. Fyrir 50 milljónir myndið þið láta rífa út ykkur allar tennunar og vera með gulltennur í staðinn. Nei, ég held ég snart svar hjá mér. Að vera með gulltennur bara eins og Jaws. For life. Alltaf þér vel neta. En það er weird á okkur félagur. Já, ég gaf mig það að þið tveir hérna Gilsi og Ötti myndi sleppa þessu. Steinþór er að rapper. Sko, máli er að, þú veist, þetta er líka muningandi Jaws leit út í gömlu bondmyndunum. Já, við erum ekki að tala um Jaws, við erum að tala um Flavor Flav og Lil Wayne. Ég ætla að segja já. Nei, þú veit ekki að gera 50. Er það? Já. Fólk myndi alltaf verið búin að missa vitið. Hann þarf aldrei að fóta þennan að Neta var að milli fara á mig 50 milljónir, sko. Ok, þannig að fólk myndi þurfa að frétta það.
Já, minna fólk hlusta bara þá til Já, mér er aldrei hægt að tala sko Steindi fyrir þetta Svo erum við að tala hérna, það er smá content creator spurningina. Ok, myndið þið skuldbindingur til þess að posta einu svona dag á Instagram og einu svona á dag á TikTok og þið myndið vera með content creator með ykkur öllum stundum að taka Gumma Kíró og labbamyndir af ykkur. Þið þurfum að posta einu svona dag bæði á TikTok og Instagram fyrir í 10 ár 10 ár? 500 milljónir. Nei Jú, fyrir 500 milljónir. Ég er fljótur að segja. Þú getur hætt öllu öðru. Ég get svarað, ég myndi ekki nenn að fara út og labba í einhverjum frökkum fyrir Myndi ekki sveifla frakkanum í gangbreyt fyrir 500 milljónir. Í 10 ár Já, fyrir halva miljard. Þetta er 50 M ári sem þú gefur okkur á það fyrir að hverja það sem er erfitt út mánudagur og blöð kannski við bara eða gilsi, viljum vera í sófanum, láta standa upp, fara ykkur frakka og láta taka eina mynd en þá myndi það bara hashtagga raunveruleiki, skilur já, ég veit ég myndi, er það eitthvað rugglaði fyrir 500 miljónir maður er góð prís og néttina já, en þú getur ekki ég myndi gera þetta fyrir 100 miljónir en þú getur ekki staðið bara í miðri mynd með fjölskyldunni stendur upp, ég ætla að fara hérna fyrir það Glæsibæ að labba eitthvað okkur þarf það að vera í miðri mynd, okkur er það ekki bara eins og allt annað sem þú gerir í lífinu, herðu, þú ekki hittast í hátinn og klára þetta, jú Já, ég meina Þú ert ekkert í miðri mynd með fjölskyldinu Þú ert alltaf inn að fara að henda þér yfir En er eitthvað reglan hérna, hvernig myndin er? Mætti ekki Steindi bara vera á bumbunni heima með saltspöng? Hún verður að vera content creator Þannig miðjuskrefi og það er eitthvað bygging fyrir aftar hann í frakka og ég með ókunnaðan gæja með ljósmynda við að taka myndina og vinnana og hann er leiðilegur það var að vera að koma inn í þetta núna, það var leiðilegur Já, ok, þannig að þú ætti að vera með gullkjaftur í 50 miljónir en hann er ekki að setja eina mynd á dag í 10 ár fyrir 500 miljónir Nei, þú getur basically spurt þig bara, herru, verður til að hanga með leiðilegum náunga í 10 ár Það var að bæta því En þú veist, taka eina mynd á dag tekur svona hálftíma svo ættu bara í fríi þetta er 50 M á ári Þetta er léttast að spyrja sem ég svara Þetta er hálftíma vinnu á dag Við höldum áfram, nei frá Steinda og já frá Rest Þessi kannski meira á ykkur strákar, Öddi og Gils myndi fylgja mataræði Steinda í 18 mánuði fyrir 18 miljónir Fyrir hvað mikið? 18 miljónir í 18 mánuði Málið er að ég er búin að byggja Mér líður svo illa af garbage Já, ég veit það sem hann getur, ég veit það En sko málið er að ég er komin með alvöru bara stálmaga Hann myndi hlaða bara í My Fitness Bar Þér líður vel að því Ég held ekki að þetta bara Morgumatur, kanilsnúðar Ég geti getið reiðhjól Ég var að hugsa þetta í hljóði, ég myndi ekki gera Nei, þegar ég er búin að geta klín 18 mánuði fyrir 18 Allir sem er að hlusta sem að æfta eitthvað, að vita að þú borða klín og æfir og líður mjög vel þú tekur eina cheat meal og vatnar svona hálf þunnur daginn eftir En ég get líka Svo kemstu yfir það Ég ætla líka að segja eitt þetta fyrir hönd okkar feitubólana að ef þú borða pítsu reglulega og farið bragðar ef þið langar og vakir aðeins stundum á kvöldin þá er líðið gegn ég er að segja from the bottom of my heart Ég er samt sammálaglin Ég fyrir í ræktina til að liða betur í haustnum ána Ég gæti ekki, jú reyndar Ég má náttúrulega fyrir ræktinu og svona Ef þú er áhyggjur á haustnum þá myndi ég gera þetta Prótein inntakan er basically 10 grúm prótein á dag sko Já, ég myndi fara í þetta mataræði Ég myndi bara æfa mér Sko, þetta er bara, recap Fylgjast matarinn í hvað langa tíma? 18 mánuði og hvað kass var það? Þetta er miljónum mánuði Og ég get sagt þér það, ég myndi ekki borða gulrætur í 18 mánuði þótt ég fengi björga 12 mánuði Heldur að ég og Egil sem bara geta þetta gulrætur Sko, þú ert með diet Tómas og Seima Konan hefur sagt þér það Ertu með Felix? Diet Tómas og Seima Það er rosalegt Það er bara gengur ekki Það er bara gengur Þið myndið vera með heita gellu í wallpaper og símanum eitthvað fyrir 150 skall á mánuði Já Þetta var rugglaður Þú mátt ekki útskýra Þú ert bara með eitthvað heita gellu frá símanum Þú spurður heima hver er þetta? Skiptir ekki máli Ég líka bara fólk Það er bara að opna síman og almanna færi það bara eitthvað gella skilur í bikini Hver er þetta? Bikini mynd Þetta er flott mynd Nei, svona að ég mætti ekki útskýra það heima hjá mér þá myndi ég sennilega sleppa það Samt 150 á mánuð þægileg stíl Ég myndi opna símaninn það og þessum wallpaperin hjá frunni væri einhver gæi með sixpack einhvers staðar okkur í sundskilu Ég myndi ekki pæli í sekundi Ég myndi náttúrulega halda spyrja hvort það væri eitthvað aðinni einu sinni sko er ekki allt í góðu Ekki ljúa hnetunni og ekki ljúa hlustendur Það væri einhver heitu gæi á wallpaper á konuninni Þú myndir ekkert vera eitthvað svona Þú fáðið pulsu Hver í fokkanum er þarna? Nei, þú myndir að vera öfundsjúkur út í wallpaper Ég myndi ekkert vera öfundsjúkur Ég myndi vilja bara Hver er það í wallpaper? Hver er þetta? Dast á hausinn Lóiðar June Nei, það er sko wallpaper maður verður ekki fúll til wallpaper sko. Nei Vil ég einu viðbóti það? Ég var til 10 Myndi borða alla máltíðir eitthvað inn á baðherbyggi Við erum að tala um gera niður sig og setjast á klóstið og þú borða matiðinn fyrir 25 skall per máltíð
Borða allsber, það er helviti. Nei, ekkert allsber, þú bara gerir niður þig, opnar setuna, sest og borðar. Og verð ég þá að borða alla máltíði þannig? Allar 25 skall máltíði. Það er ég að gera niður mig. Það er key hérna. Sko, ég borða stundur ber og ofan, sko. Og ég ætla bara að segja frá því. Það er allt í lagi. Ég held að ég bara komið tíma til að opna umræðina. Nei, ég er oft í sófanum og fæ mér eitthvað og ég ber og ofan að nasla Steinþór. Með salt. Já, ég sest ekki í matabóði. Nei, ég get ekki fara út að borða. Hvað, sittir ég þá bara apotekinu á klostuna? Já, bara rétt á mér og skóplar í þig og svo fer bara fram og deftir í það. Hversu lengi er maður að borða? Þú ert í 4 mínútur að borða. Ég drekk ekki einu sinni meðan ég borða. Ég bara borða, tek svo nokkra sopa. Það er svo fyndið hvað þetta er allt létt fyrir þér nema að láta taka eina myndaði fyrir 500 milljónir á 10 árum. Ég myndi ekki nenni. En að borða, maður er í alveg í svona 2 til 4 mínútur að borða. Svo tekum maður 2 sopa einhverju og svo fer maður að gera eitthvað. Algjörlega, þegar þú segir þetta svona þá meikar það fara úr. Ég ætla að segja já við þessu. Ég ætla að segja nei, Egill. Sko ef þetta er alla máltíðir og segja nei, þetta var occasion og þú myndi segja já. Með þessum orðum minnum við á tix.is. Það eru útgáfa tónleikar hjá netinu í kvöld. Húsið opnar 8 og ég stíg á svið klukkan 9. Já, þetta er bara tónleikarnir er búið Happy Hydrate og Dominos og Polo og ég þakka þeim ævinlega þakklútur ykkur, Guð bless ykkur. Ég ætla að enda þetta á Steindi, ég elska Steikinn Sushi og spilar það aldrei? Nei, ég er ofta að spila en veist hvað mér finnst flottasta rappla sem ég hirti mörg ár það er Tala minn skít. Ég verða að setja það. Ég er alveg sammála því, þetta er stjórnalega. Farið inn á tix.is. Ok, Neta, heiður að fá þig. Takk fyrir mig. Topp tónlistarstöðin FM 957. Hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957. Talandi Keiluhöllina, þá er risaleikur helgina. Það er Manchester United Liverpool á sunnudaginn. Tryggja ykkur sæti inn á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Já, líka bara ef ykkur langar í karaoke eða ef ykkur langar í keilu eða boccia eða fara í hvað heitir þetta? Mér finnst það ógeðslega skemmtilegt þetta, ekki þittoki, hvað heitir þetta? Svona shuffleboard. Já, þú veit gaman að því maður. Hvernig fer blöð, þú kallar þetta United Liverpool, hvernig fer svo leikur? Það er 8-0 fyrir Liverpool. Það er það sem ég myndi giska á. Ég er að giska. Ég er spáð fyrir 1-1. Það eru tölvöldum mínar hérna 1-1. Eitthvað sem að ég held að var ekki bæði lið bara nokkuð sátt við það. Ég myndi nú ekki hata 3 punkta að það. Er þetta ekki bara 1-2 light og suðun og... Já, ég verði í 17 tíma flugi. Já, rétt alveg. Það er miklu skemmtilega að halda með lélögu liði eins og þið gerið. Eins og bík, hvað er eitthvað bilaður? Er þið haldið með Manchester United? Já, það er ekki lélegt lið. Þetta er mjög særandi. Sigur sælasta liða Englands frá upphæð. Nei, þá meina ég í dag. Þú veist eins og ég er búin að... Þeir eru ekki léli. Þú veist, þeir eru samt í... Hvaða sæti eru því? Það eru 2 leiki búnist, eða þú? Já, málega, ég held... Þetta er mjög særandi. Ég hef alltaf haldið með Newcastle. Svo veitir hvað þú segir. Þeir eru ágættir núna. Já, en málega er að þeir hafa aldrei verið það. Þannig séð. Nei, menn, ef þú heldur með lélulið, þá orðið að tala kannski bara Southampton eða eitthvað svona lið sem eru... Sigurarnir verða geggjaðir þegar þeir dett inn, sko. Já, það er, herðu, já, ég ætla ekki að fara að ræða fótbolta. Nei, ég er bara að segja, þannig er það. Það er í mánaða ferðalanda. Þið er ekki að vera leiðir yfir að liðinu gangi illa. Þið er í raun fagnaði, sko. Já, en það er hins vegar komið að dagskrálið sem hefur verið í ansi góðri pásu og ég ætla rétt að vona að það sé ekki búið að henda því út hérna líka. Má ég sjá Mr. Selfridge Böttin. Nei, hann er ekki farinn sem betur fer. Við erum að leiðin í augljósa staðrendir. Þetta er rosalega langt sem ég heyrði þetta. Þessi betur ennþá til sem betur fer. Herru, það er alltaf verið að spurja mig hvort að ég geti sendið þetta hinga á hanga. Ég er náttúrulega á þetta lag ekkert. Nei, ég veit ekkert hvort það hengi. Það sendið þetta á blöðan. Ég sé þetta bara hérna að betta og ég held að þó ég sé búin að vera á þessum tökum í 13 ár þá kann ég ekki að senda hann, sko. Nei, en þetta er hérna, hann má ekki týna þessi betta, sko. Nei, talandi 13 ár þá minnum við líka á tilkynninguna sem var í byrjun þáttar að það verður ferming FN 95 blöð. Við ætlum að ferma þáttinn 31. maí, takið daginn frá, miðasala hefst 1. nóvember. Já. Þetta verður svakalegt. Það lakkið það frá. Já, ég lakka til þegar auglýsingin kemur með line-upinu. Já, takk. Herðu, sko, ég er alveg með það 7, sko. 7? Nei, þetta eiga bara að vera 5. Já, ég meina 7? Egil getur ekki þóst hlæja 7 sinum. Jú, það er sko. Ég er að spá í hvernig hvernig ég byrja þetta, sko. Ég er með, þetta er... Já. Hvað er það stressaði? Byrja þetta bara? Já, ok. Ég er að spá í ákværi að byrja og ég þarf að fórna 2, sko. Herðu, taktu bara 7. Ég byrja bara... Það er mánaða frí, taktu bara 7. Já, ég byrja bara hérna á þessari. Ok, er þið klárið það? Já.
Þá er komið að fyrstu augljósu staðurinn dagsins. Og Blöð, ertu að hlusta? Auðvitað, ég er að horfa Þú er regla að vera að horfa. Ég er að þig Sæhestar geta ekki gefið high five. Þeir eru ekki með hendur. Þeir eru handalaus stýr í sjónum. Sæhestur. Það er ekki einu sinni litlar hendur. Þetta er ekki einu af þínum bestu. Ekki? Nei. Þessi er með þeim betri. Þú rátt að því Blöð að þetta er fakt-checkað. Sæhestar er ekki með hendur. Bara haus og einhvern skrítin hala. Já, en það er eiginlega svona hafmeyjuhestar. Já, ok, læst það. Það okkar eiga svona hafmeyjuhest. Já. Sæhest. Já, bara í búri heima. Hvað eru sæhestar? Þeir eru eiginlega svona The Ocean. Þeir eru ekki með þeir eru í Ég gerir mig grein. Hvar búa er helst? Hafið þið smakkað sæhest eða? Nei. Nei, ég smakkað sæhest. Ætli það sé hægt að borða sæhest? Sæhestur hann er sjálfgefur þig? Já, ég var til eigin. Hann lítur að vera í eitthvað svona heitabeltstæmi. En erum við núna Ég get ekki gefa high five. Erum við núna að toppa okkur alveg gjörsanlega og ég meina, er sæhestar bara, eru þið til? Hvað er þetta made up animal? Þú veist að hafmeyjur eru ekki til. Ég veit að sæhestur eru til. Googla hvort það sé til. Nei, ég er að sjá bara hvenar fann seinast einhver sæhestur. Herðu, farði í næstu augljósu staðreynd maður. Það verður gaman að sjá allavega einhvern veiða sæhest og að hvort það sé ennþá á þér. Herðu, þá fyrir við næstu. Önnur augljós staðreynd dagsins og hún hljómar svona. Nú spurði ég í dag. Já, þú manstu, ég spurði þig hvaðan okkar maður væri gamall. Pabbi minn. Tippið á pappa hennum Blöð er 66 ára gamalt. Búið. Hæ? Búið. Já, þú veist, það er bara fact. Já, það gerst. Þetta er alveg móli hjá honum hana. Já, ég meina það er bara ég gamalt á hann. Ég ætla ekki að skipta mér að þessu. Nú er ég bara hérna átt í honni. Ég er gaman að þessu. Mikið notað í piss til dæmis og pælir því. Herðu, farði í næstu 66 ár. Varst að segja að penisinn á pappa Blöð er mikið notað. Og það strax til þess að pissa. Á ég farið næstu. Pappi þinn Hvað fyrir þetta pappa alltaf henni? Hefur pissað 36.300 lítrum yfir ævina. Þetta er ekki augljós staðreynd. Jú, þetta er sturglu staðreynd. Nei, augljós staðreynd þá að vera eitthvað sem er ógeðslega augljós. Meðan maður kastar af sér 1,5 á dag sinnum. Finnst þið þetta augljós staðreynd? 66 ár eru 36 1,5 lítrum á dag og 300 lítra. Það er augljós, það er augljóst staðreynd. Nei, það er ekki augljós staðreynd. Þú þurftir að googla þetta, þetta er ekki augljós. Ég er alveg hlutlaus. Hvað minnur augljós staðreynd eða þetta er staðreynd? Já, ok. Það er bara að tala um penis og pappa, það er með þrísvar nú í röð sko. Já, veist mér hálf óþægilegt. Er önnur penisspurning núna? Nei, þessu eru kóngulær. Kóngulær geta ekki farið á skíði því það eru með of margar lappir fyrir það því að skíði eru bara 2 skíði en það eru með 8 lappir. Það er ok. En ef þetta er kónguló sem stendur á 2 fótum liftir hinum 6 upp. Þá, ég hef aldrei séð það. Hvað ætlar að finna skíði sem passa? Þetta er líka þarf að búið til svo lítil skíða. Ég bara hugsa upp átt. Þetta er svo lítil skíða því að Eru í guðanabænum klárum þetta? Já, það er síðasta? Það er spurning. Síðast það var 6 eftir. Nei, hann sagðist alltaf eftir 5, hann er búinn með 4. Já, ég hef náttúrulega með fleiri að þið viljið. Nei, alls ekki. Annars Ég eru allir ferskir. Viltu fá að heyra spurninguna? Nei, bara síðasta, við erum alveg saman hvað það er. Ok, þá kemur fyrsta augljósa spurning dagsins. Hver er munur á pappa þínum og verðlaunahest? Þetta er besta. Það er helviti góð en dag. Finnst þið það? Hvað gæti Já, ég er mjög gaman að það. Þetta er bara sama og alltaf, bara sama hvað ég segi. Nei, ég ætla þetta sé ekki eitthvað tengt tippin á hann svona með það sem þú verður að spyrja hérna. Hann sé ekki með jafn stórt tippi. Það er önnur hvað spurning hjá þér í dag er bara tengst tippin á pappa minni sem er hálf ógeðslegt. Já, hestar eru vissulega með það en
Ég er ekki að leita eftir því. Nei, hverju varst að leitast eftir? Pabbi þinn er með fingur. Já, það er rétt. Hvað er tónlistinni? Það er mjög staðarinn. Við þökkum Steinda Hestur er Junior. með hófa. Akkurat. Þetta, ég er svona að fatta meira og meira okkur að þessir liður er búin að vera í smá pási. En Það er að fara í pásu aftur eigum við ekki að fá bara Chappelle Roan eða hvað sem þetta heitir. Það er bara ekki. Þetta er eitthvað sakalag. Þetta er topp tónlistarstöðin. Það eru Dine Out og Bodyfuel sem að færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 drengir og já, það er svona fyrir að líða lokum. Þessi var fljótur að líða, það verður viðkennast. Þetta Þessi er flög frá okkur. Ég náði ekki eins og að fara, ég þekkið ekki, þannig að ég á það inni þegar ég kem heim úr drömnum. Já, því ekki maður. Nei, Það tekur hálftíma yfirleitt. Já, það er fínt að eiga það inni. Já, ein spurningin þarna var líka ef þú ætlar að nota hana sem hún varst eitthvað að hóta þarna þá er hún Ég fekk eina mjög góð að senda frá, já, ég ætla bara, skulum ekkert að ræða Hún er rosaleg reyndar, sko. En nú er þið bara í mánaðafrí. Ég tek vaktina. Þú sérðu þetta á Ég segi meðan. bara gangi ykkur vel. Nakkaði fyrir það. Takk fyrir það og hérna, já, vonandi Við leifum nú fólki að fylgjast með á gramminu. Hvað er að gerast þarna? Já. Jú. Vonandi verður þetta bara í lagi. Þetta verður, Já. allt upp á tíu. Við erum með góða sögur líka eftir mánuð. Ég meina, tími flýgur og við veitum að það er góð mánuður. Mættir aftur. Já, þetta Bestu verður steinum. fljótt að líða og mætum vonandi heim með alvöru seríu handtekur kæru hlustendur. Við minnum á túnunu heima í kvöld. Það er Dr. Viktor með ball, okkar besti maður. Það er smá skýrslu Stóni. Þú er svona okkar besti maður þetta. Þetta er þetta mökk kvöld í Mosó kvöld. Allir alveg gjössanlega farnir. Já, sko, það í túnunu heima er bæjarhátíð í Mósbæði sem byrjaði núna bara fyrr í vikunni. Já, og það er alveg fyllibittur Já, og mér langar þú veist eins og til þess að morgun er pallaball, það eru úti tónleikar sem eru frítt á og það er bara við hvet fólk til að kíkja upp í Mosó. Í kvöld aftur á móti, þá er Það er hlégarður og þetta er Dr. Viktor og Mosó All Stars heitir Mosó partíð. Og þetta er basically bara þekktir mósellingar sem bara mósellingar þekkja vel er að fara upp og er að fara að hendi sirpu, DJ-sirpur. Viktor er þarna allt kvöldi en svo ertu bara að sjá bara mósellinga, þú bara að fara að sjá hinn og þessa Svanþór Einarsson hendi korter. Svanþór Einarsson og svona menn bara henda sér upp og taka korter og þetta er það sem að liðið er spenntast fyrir. Er Svanþór að fara upp á svið að taka korter session? Sko, það er bara, það er í alvörinni, ég er búin að fá, það er svona 20-30 manns að fara að henda sér, ólíklegasta liðir að fara að henda sér upp að taka sirpur. Og fær hver kortes tíma? Kortes tíma. Hvað er miðasala? Þetta áður pressa. Miðasalan er á miði X, og svo líka bara að mæta í stemning og kaupa í hörð. Það eru risahús og það var náttúrulega rosalega reyndar þetta myndi fyllast. Hvetjum alla til þess að það var bara alveg Mosó-partí. Ég held að margar fyllibittur hlustar sem var til að fara ykkur álur skríti-partí. Já, þú veist, þetta verður vægasatt skrítið. Ég var að sjá Svanþór taka session. Þetta er alveg helgi. Kostar líka ekki. Það er túni heima, Netan, það er Liverpool United. Þetta er alveg helgi. Kostar 3 skall inn á þetta. Hvar sérðu það verð? Ég meina það er einn hátíðismátur. Það er minnin hátíðismátur. Já, þú veist, þetta er ekki stóra hátíðismátur dag er 4-2. Já, bara henda sér hlékar í alveg partí. Gjöfum ekki gjald við þökkum fyrir okkur í dag, kæru hlustendur. Við Steindi heyrum í ykkur eftir, cirka 4 vikur. Við ætlum að vera samt, reyna að vera duglegir að henda af og til á grammið. Ef við erum í netsambandi. Ekki spurning, en við tókum upp 2 blökastætti, þannig að við verðum í blökastinu næstu 2 þriðjudag og næsti blökastáttur er í mynd. Þannig að það er reglulega döðað við því. Þannig að, næsti blökastáttur á þriðjudaginn í mynd og annars verður Egill hér með góða gesti næsta föstudag. Takk fyrir okkur, Egill, góða helgi og heyrumst eftir, 4 vikur. Samt, náttúrulega Egill, þú heyrir nú í liðinu bara næsta föstudag. Eftir 7 daga? Já, eftir 7 daga. Takk fyrir okkur. Þetta er FM 957